Klukkan orðin 4, það komin föstudagur og ekki bara föstudagur, það komin apríl. Föstudagurinn 1. apríl og FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan föstudaginn. Auðun Blöndal heiti ég og ég sitt í mínu sæti. En það ekki sömu tveir menninir fyrir fram að mig og alltaf hér á föstudagum. Annar endur á sínum stað, hann heitir Egill Einarsson, oft kallaði Gilsi, verður velkominn. Blessaður. Hvernig hefur þú það? Ég bara aldrei verið betri held ég. Aldrei verið betri? Ég bara svona nýr held ég. Það gott að heyra. Steindi Junior, hann í tökum þessa dagana á nýjum sjónvarpsþætti. Þannig að hann ekki með okkur í dag, en við erum með rándýran aflýsingamann. Hann vel kunnur þættinum, góðu vinnu þáttarins, var hérna með okkur í 2 ár. Heitir Hjörvar Hafliðarsson eða Hjöppi K eins og hann kallar svo FM. Það segir gott. Ég var aldrei verið betri, það ekki kærlega fyrir. Það gott að heyra því að þið eru báðir í toppstandi í dag. Já, mjög góður. Þið búin að taka eitthvað aprílgabb? Nei. Nei? Já, það inni. Já, það inni, ég hef aldrei átt svona alveg aprílgabb. En sko gott aprílgabb, þá verður að láta eitthvað gera eitthvað eða ekki. Já, það tala að láta hlaupa apríl. Þannig að sko, ég hef til miðnættis eða ekki. Já, reyndar. Þú veist, þess að ég segi við þig Blöðun og hlaupa farin í ískapun og bjór fyrir mig og þú hlaupur úr ískapun, það engin bjór þar. Það basically aprílgabb eða ekki. Já, það frábært. Þú bara hvernig Hjöppi tekur þið það. Skilja ánæg, hvað Hjöppi góð gýr í dag. Þetta smá að ég varla sporttaktík, að hlæja alltaf utanbúin og brosa. Ég búin að læra þetta, ég alltaf á mótna. Ámar að vinna meira með hlátur í útvarpi. Sko, Valli Sport sagði mig, alltaf brosa í öllum innkomum og hlæja sem mest. Og það skila sér alltaf. Valli Sport veit alveg kann að segja. Já, það komin 1. apríl og við Steindi Junior, þó hann sé nú ekki með okkur í dag, þá tókum við upp nokkur aprílgöp fyrir í dag, tókum upp í hádeginu sem þetta verður, þú getur ekki verið svona allan þáttinn, hann hlæja alltaf. En já, við Steindi tókum upp nokkur aprílgöp sem mjög skemmtileg. Við hringdum á Dominos, við hringdum í mömmur okkar, Loga Bergmann og Hreyvill, þannig að það mjög skemmtilegt. Og já, það fleira í þættinum í dag, Brjátbreki sem hefur nú ekki verið á línunni mjög lengi hjá okkur. Langt síðan já, við ætlum að heyra hans í honum. Hann veit af okkur og þannig að ekki höfðingi. Já, hann svarar okkur í dag. Það risa tilkynning í FM 95 Blöð. Og eina sem hættulegt með tilkynningar að því að það 1. apríl en þetta ekki aprílgabb. Já, við höfum verið með nokkrar svona stóra tilkynningar í gegnum tíðina og það eitt uppáhaldið mitt. Og ef maður með stóra tilkynningu og segir þetta ekki aprílgabb, þá það náttúrulega ekki aprílgabb. Nei, kemur þá Valli Sport þetta eftir og hann mættilega tilkynir þetta? Valli Sport, okkur? Eða major announcement. Já, reyndar góða bútur sko, það var engin betri en Valli Sport sko. Nei, hann bara að gera sjálfur það? Við ætlum bara að tilkynna þetta. Sverri Bergmann, hann kemur hér og tekur föstudagslag. Það ekki heldur verið lengi, það að koma þarna 2 gamlir og góði liðir eins og Brjátbreki og föstudagslagi. Svo erum við með spurningakeppni Gilstarans, segir hérna. Rétt. Og þú segist ekki mega að segja þema þegar þú kemur inn á það eftir. Getið mér ekki gefið þemað upp og það gefið upp eftir. Ég held að þetta verið Dead Tight í dag. Dead Tight, já. Það var spennandi í dag. I like that. Bara svo vitið það, Hjöppi, þetta ekki alltaf einhver spurningakeppni sem þú vilt vinna, sko. Nei, ég hlusta á þetta hverjum einasta föstudegi milli 4 og 6 og hell í mig, sko. Hvenær hefur verið spurningakeppni sem þú vilt ekki vinna? Þú veist, þetta hefur verið hellingur. Alveg hellingur. Já, sko, svo King of the Non-Homophobe til dæmis síðast. Mjög ánægður að vinna hana. Já, og þú varst the Non-Homophobe, sko. Blöð the Non-Homophobe. Já, King of Sundperri. Það var hræðilegt. Já, hver vill vera King of Sundperri til dæmis? Það alveg ömulegt. Það var líka ógeðslega lélega spurningar þær. King of President var líka. Hefur þú farið með síman inn í klefu og eitthvað? Það var bara allir gert það. King of Löð. Já, það búið að vera hellingur af Kings Svo kemur Hjötti í hashtag-fasjón. Hann ætlar að vera með heitt og kalt. Já, ég veit alveg hvernig sumartískan verður. Já, ég ætla að spyrja hann svolítið út í sumari. Hvað inn núna? Það vor í lofti. Sumardagurinn 1. núna í apríl. Ég var til dæmis gallabuxna kvartbuxur sem ég hef ekki verið í síðan 2006. Við þurfum ekkert Hjötta í hashtag-fasjón til að segja að það dögt. Hann þarf ekki að mæta til að segja að þú átt ekki að fara í gallabuxna kvartbuxur. Hvenær var það inni? 2006. Það var samt þannig, þú notaðir það bara í einhver 7 ár. Þú varst ekki, það var ekki eins og að 7 ár. Þegar Hjöppi segir að þú varst alltaf í þessu. Hvað var það sem buxur? Þú varst í þessu í ameríska draumnum. Já, þetta það eitt að ljótast að síðan. Nei, ég var mikið að vinna með því ameríska draumnum. Þetta var the shit það líka. Tíska breytið, sko, hausin upp í raskatinn á okkur. Tíska breytið, já, þú varst með það. Kannski þetta aftur komin inn. Einhver veit að það var Hjötti. Já, Hjötti hashtag-fasjón. Hann getur sagt þér út í gallabuxna kakkibuxur. Eitthvað meira sem þú vita sem að þú átt, hvort það sé í tísku? Sko, basically kvartbuxur hafi einhvern veginn dáið. Bæði í ræktinni og bara utandira. Og hvæ?
Þú getur spurt Af hverju er Hjötta í hashtag-fössinu á því eftir. Já, ég er mikið að velta þetta fyrir mér. Það er ekkert annað sem hefur svona dáið út. Buffalo-skotnir voru vinsælir þarna kringum. Náðu það, sko, ég 98. er náttúrulega að hugsa út í Buffalo-skona. Náðu þeir einhverju svona almennlega, var þetta ekki bara Já, ég var í mikið 2-3 með það. mánuð? Nei, Varst þú nei, í já, Buffalo-skona? Var ég í Buffalo-skóm? Já, alveg. Já, Egill var ég manni í því. Það er bara svo ég manni mjög lefting. Já, ok. Hann var einn aðeim, hann var náttúrulega svo seinþróska. Hann var svo lítill, svona 15-16 ára. Þetta keyrði mig upp í ok. 1.90 hæð, sko. Já. Ég hef þurft þessa skó líka. Þetta eru basically 15 cm þykkir hælar. Já. Buffalo-skoti er komin að bladildur í norður. Ég var aldrei í Það Buffalo-skona. var vinur minn sko sem kynnti mig fyrir, þetta er Pétur Hannesson, Já. sem er tölvugeirinn í dag. Hann byrjaði með Buffalo-tískuna, Gusti Carlito tók við og ég sem fór yfir það og síðan Kitty Páls, þetta er þetta gamla krúið. Þannig sko ætlar að djamma með Agli á þessum tíma og þurfti alltaf sko verið í jakkafötum á djamminu með samlita skyrtu og samlit bindi. Þurftur að vera eins og hann. Ja, það var bara Það fékkst ekki að vera með. Það var bara rauð skyrta og rautt bindi eða eitraðasta kombóið sem var hvít skyrta og hvít bindi. Og þannig að þeir voru þannig á sportkaffi bara glerhæðir. Ekki á sportkaffi. Það voru við ekki eitthvað Nellís eða? Jó, og það er svo Wunderbar. Það var alltaf mjög gott tilbúð á Nellís. Svo erum við líka með flottulega keppnina og þar er einmitt þemað í dag sumarhitt. Hvaða lag kemur í sumarfíling? Það er þemað í flottulega keppninni. Besta þema sér hirt. Þannig að það er að gera fyrir undirbúa það. Þannig eins og heyrið kæru hlustendur, það er risa tilkynning, það er föstudagslag, brjáttbreki. Ég veit ekki hvað og hvað við erum í fíling, vonandi þið líka og ég held að sé bara ekkert hægt að byrja hana þátt betur en á þessu lagi talandum að vera í fíling og Take a pill in a bees. Þetta er alvöru. Er það? Þetta er það. Það er mitt lag sko. Já, þetta kemur mér í gyrinn. Vonandi ykkur líka kæru hlustendur. Fáum hérna Mike Posner. Þetta er Mike Posner og hann tók pillu á Ibiza til þess að sína að Víci hann væri svalur. Virkilega flott lag. Hann gerði það sko að því að hann var eiginlega hættur sko. Mike Posner var hættur. Já. Svo voru bara einhver normenn sem tók þetta lag upp á annað level. Flott lag maður. Mjög flott. Ekkert af þessu, en það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö og já, ég sagði að það var einhver að spyrja á Twitter hvenær tilkynningin kæmi og það verður svona 16:40 myndi ég halda. Það er nákvæmt hjá Blöndau. Já, svona styrka, ef við náum að halda handriti. En ég ætla að byrja slúðrið á Jermaine Jackson, vitið hver það er, drengir? Hver sagði þú? Jermaine Jackson. Er það 50 Cent? Nei, það er bróðir Michael Jacksons heitins. Og já, hann tekst einhvern veginn alltaf að koma sér í fjölmiðla. Ég fylgst alltaf með þessu og það vantar ekkert athyglisíkina þar. Hann var náttúrulega Jackson 5 á sínum tíma og Er hann búin að fá okkar kass frá bróður sínum með það? ég veit það ekki, jú, hann heldur nú eitthvað utan The Trust Fund og eitthvað svona, sko, þannig að Tómálum. Já, hann er á einhverju launum, en hann var núna að svara Donald Trump því að Donald Trump var að tala í einhverju, tala um það í einhverju viðtalum daginn að hann hefði verið mikill vinur Michael Jackson og það barst Hann einhvað myndi aldrei ljúga því. Nei, og eins og Jermaine Jackson segir að þá var það rétt að þeir voru vinir Er það ekki? en segir hins vegar að Michael Jackson hefði aldrei kosið Donald Trump og það sem hann stendur fyrir og segir ef að Michael Jackson væri á lífi að þá myndi hann kjósa Hillary Clinton. Hann getur ekkert alhæft það bara fyrir bróður sinn sem er núna bara 6 fetun í jörðinni, sko. Nei, hann er ekki 6 fetun í jörðinni, við fórum fyrir utan húsið hans, en ekki bara einhverju Við erum utan húsi Við fórum bara sem hann var grafinn. Já, en er hann, þetta vissum sem 6 fetun í jörðinni, pottur því? Nei, ég er ekki viss um það. Var hann ekki upp á einhverju svona Það var uppi á okkur sétti. Já, ég veit ekki hvað það var. Svo er það Amber Rose, fyrrandi hans Kanye West, en hún er núna líka komið sitt eigið app eins og Kim Kardashian og er nú þegar búin að raka inn $10 milljónum, spáðið í því með svona einhverju emoji drasli og hérna sjáu þið, þetta er eiginlega bara alveg eins og Kim, þetta eru svona emoji kallanir hennar. Það er bara, veist, hérna Og hvað getur þú notað þess að, getur þú þá sendt bara þess emoji bara á Facebook og Twitter og bætið þetta bara inn í emoji-safnið þitt? I hate to break it to you guys en sko emojis er að deyja og gifin er alveg að taka við sko. Gifin? Þú ert alltaf mikill gifmaður. Ég er mikill gifmaður og ég vinn eiginlega bara með gif. Já. Ég er ekki tilbúin að gefa emoji-kallan eða þú upp, sko. Nei. Þú hættu með emoji-kennsluna þína? Nei, þú varst eitthvað drullið með daginn. Alls ekki, ég var alltaf Ég er til að hendi í kennslu, fljótlega. En er einhver Íslendingur sem getur verið með svona emoji-kalla? Þú veist, er þetta að græða þessu á Íslandi, eitthvað app sem að Já, 100%. Hver? Áskil Kolbeinn til dæmis. Já, reyndar Fjölnir Þorgeis. $1 million hugmynd með Kolbara. Valtý Björn. Já, það eru nokkur í þannig. Hver er annar svona fáralega mikið hot shit? Svo er það nýjasta tískan í Hollywood og það er að vera á svona rafmagnsskútum
skúter, svona litlum. Skúter hljómsveitin eða? Nei, svona rafmagns skellinu. Já, og þeir eru komnir á þetta Chris Brown, Puff Daddy og fleiri rapparar, Floyd Mayweather og Eru það að spara eða? Nei, þetta þykir bara mjög töff núna að vera á þessu. Þetta Og líka gott fyrir bötunum líka. Og svo er þetta eco-friendly og þannig að það er ekki hægt að vera svona hjóli hérna á Íslandi sko. Svona pingu lítið og er bara rafmagni og hvernig það er að fara upp áttónsbrekkuna. Þetta er mjög töff sem bara. Það er bara keyrt yfir þig. Þannig að Er þetta sem að taka við núna af Hoverbird? Já, ætli það ekki. Hoverbird er búin að vera svolítið máli síðasta ári sko. Já, þetta er svona nýjasta tískanat í Hollywood. Þetta var slúðri í dag, viðurkenna það er nú ekkert merkilegt slúður í gangi. Eru þið með eitthvað drengir eða? Já, ég fletti hérna upp Patrik Schwarzenegger áðan á... Nei, ég er að tala um eitthvað svona skemmtilegt slúður. Og hann átti frábæra páska, sagði. Hann átti frábæra páska. Gaman að hérna, hann er sett í mynd, sko, ég þarf bara heila deilinni. Hann sagði, me and my little rabbit, sagði hann, og hérna, með eitthvað svona páskakanín á sér. Skemmtilegt. Og spá sérinni. Æðislegt. Og ég er líka með fréttir. Ég sendi hún að skilabóð til hann að fá hann í viðtal. Já, kannski hafa vonað það væri besta moment aðeins minna ég fengi Patrik Schwarzenegger í viðtal. Það verður rosalegt að þú myndir fá viðtal við Patrik Schwarzenegger menn að ég náði ekki viðtal við Tóri tók því ég ekki verið leiðilegur ég er aðeins ekki leiðilegur, pakkaði saman tók lögur og pakkaði hann saman þetta sem var leiðilegt, en hér strax eftir auglýsingar er spurningakeppni Gilsarans og Sverri Bergmann á leiðinu með föstudagsslagið og Brját Breki. Kauplaup í Smáratívolí dagana 31. mars til 4. apríl. Þú kaupir 8.000 króna tívolíkort og færð 14.000 króna tívolíkort. Smáratívolí. Fyrir hádegi, fyrir kvöldmatt, fyrir alla muni. 20-50% afsláttur af nýjum vörum á Kauplaupi. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Góða skemmtun. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Stór á krana á 550 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Þú ert að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Steindi Junior er kannski ekki með okkur í dag en hann er hins vegar með mér hérna núna. Því að nú er hádegi á föstudegi, þetta er ekki beinni. Við erum bara slakirinn í klefa og erum að fara að hringja nokkur aprílgöp. Það er akkurat málið, það er 1. apríl og það sem við ætlum að gera er við ætlum að hafa þau, bara nokkuð sjoppulega, eða ekki? Jú, þetta er eiginlega bara svolítið svona, þetta er náskilt vondatinu. Við erum að fara að drita út símtölum, við skulum hringja mörg símtöl. Já, tökum 4 allavega. Já, og höfum við vond, alveg hrikaleg. Ég er að spá að byrja bara aprílgöpið mitt á Loga Bergmann. Já, hvernig finnst þér það? Og ég get taka fyrst. Jú, hljóma okay. vel. Tjekkum hann. Já. Logi Bergmann. Já. Sællinn er auðvitað hérna. Blessaður. Herru, ég ætlaði nú bara að kasta Steindir þetta með mér og vildi bara segja að þú ert snillingur. Já, ok. Já, takk fyrir það. 1. apríl. Var þetta aprílgap? Eru þið algjörins fávinn? 1. apríl. Þú talar um eitthvað hlaupa apríl. Þú gerir ekki svona. Engin helvita maður að haga þessi svona. Hvað þá í útvarpi? Hlaupa apríl? Hvað minnar þau? Hlaupa apríl? 1. apríl. Já. Þú talar um að senda eitthvað eins og með voru að senda eitthvað. Logi, út snillingur. 1. apríl. Við þurfum að ringja fleiri. Náðu þér. Bye. Hann náðu Loga vel. Hann var illa gabbaður. Dominos. Beint í Dominos, ok. Hvað áttu númerið það? Djók. Dominos pizza, góðan dag. Já, góðan daginn. Heyrðu, ég ætla að fá hjá þér Hawaii. Já. Og meat and cheese. Einu Hawaii og einu meat and cheese. Já. Bjóða sósum, viltu ekki fá tönn tilbúið? Jú. Ok, má bjóða sósum. 1. apríl. Þetta var skellt bara heilt á. Það er ekki mikill húmor fyrir Dominos. Var hún alltaf ekki að spurja mig byrju, er þetta aprílgap allar að panta þessar pítsur? Hringjum aftur honga. Nei, ekki með nót. Ok, Hreyfill, hringdir Hreyfill. Ok, ætla þú að taka hann líka? Ég ætla að panta bíl, já. Ok. Já, góðan dag. Herðu, ég ætla að fá hjá bíl. Já.
Já. Hvert á hún að koma? Hann á bara að koma í Grundartanga 57. Grundartanga 57. Já, 1. apríl. Á ég að senda það ekki? Nei, þetta er gapp. Þetta er gapp, já. Náður. Það er gott að vita það. Já, það varst tekinn. Já, 1. apríl. 1. apríl, tekil hann það. Þetta er sikalegt. Þú ringir mig hvað. Já, ég ætla að prófa mömmu. Ég ætla að prófa mömmu hérna. Ég er meira að ringi fólkið bara. Já, ég ætla að tengja býtu, þá þurf ég að fara hérna að taka þennan sím út. Ég ætla að ringja hérna í mömmu hérna úr gemsan. Já, ég skal ringja síðan í mömmu mína. Já. Hæ, skan. Hæ, sæta, hvað segirðu? Fínt, en þú, skan. Herri, ég er góð, hvað það gera? Ég er ekki að gera neitt sérstu. Þetta er heima bara? Ég er í fríð, já. Já, ok. Ég var endur að lendi í vibba. Nú? Ég var að fótbrotna. Varstu að fótbrotna? Já, öklabrotna. Ég trúi þér ekki. Já, ég fótbrotna. Elsku kallinn minn, og hvað ertu? 1. apríl. Þolið þig ekki. Ég heyri þér. Óinkóðlegur. Þú varst tekinn. Ég greið mamma, hún er svo höftrú. Herru, hérna, tengdu minn síma þetta, hringdi mömmu. Hvað ætlar að taka með mig hérna? Ég hef verið með eitthvað. Já, þetta er síðasta aprílgabið okkar í dag, þannig að hafa það gott. Nú, það getur ekki tekið fleiri. Þetta er gaman maður. Þetta er svo lélega. Halló. Hæ. Það eru. Allt veint en þú? Ég er bara góður. Herðu, nei, ég er ekki það góður. Ég er í frekar leiðindamálum hérna. Nú, hvað er það? Ég er upp á sjúkrási núna. Nei. Ég var að lendi í leiðindum hérna í vinnunni. Árastri. Árastri. Nei. Ég var bara, ég skar hérna í fingurinn á mér og hann bara, hann fóð bara af eiginlega, sko. Hann er eiginlega bara, misti putta. Hann skassi í fingurinn, Steinþór, og byttu, og er hægt að laga þetta? Nei, hann er farin af. Nei. Misti putta. 1. apríl, helviti. Já, 1. apríl, þú varst tekinn. Heyrðu, þú varst tekinn. Jó, þú trúður þessu fyrst. Jó, 1. apríl, þú trúður þessu. Ég tekið lútt. Já, en þú trúður þessu. 1. apríl. Tekinn, bye. Já, bye, tekinn. Þetta er svo slaft. Þetta er ræðilegt. Þú náður þig, sko, þú varst komin, ég held að hún hefði fattað það því þú fórst, þú var bara, já, puttin er farin. Geðveikt hress. Já, ég vissi ekki hvað ég var að segja og hvert ég átt að fara með þetta. Nei. Þetta er náttúrulega átti bara að vera lélegt. Já, og þetta var 1. aprílgabb. Já, svona lélega aprílgabb. Já, hjá okkur Steinda, vonandi höfðu þið gaman að. López með On the Floor ásamt Pitbull, og fyrir ykkur sem hafi ekki séð hana í Carpool með James Gordon, hafði kíkja á það. Ríkala skemmtilegt. Maður að gefa J.Lo það, hún er töffari. Ríkala. Hún veit alveg hvað hún að gera. Já, það er bara hann. Skemmtileg. Og fyrir á kostum í American Idol. Er ég svo eini sem er ennþá að horfa á American Idol? Það fylgjast með þeim? Þú hlýtur að vera svo eini. Ég hætti þegar Clay Aiken var ekki, sko. Já, það er helviti langt síðan. Það er sería 2. Já, ég bara var það mikil Clay Aiken maður að ég hætti að fylgjast með þegar hún var hent út. Og hefur bara ekkert hort síðan? Nei. Ég hef ekki náða að koma mér alveg inn í þetta. Það er svo mikið í gangi sem er svipaði þættir einhvern veginn. Já, þetta er síðasta serían núna. Það er svoleiðis. Þannig að, já, ég held sem Simon ennþá að reymbast í þessu? Nei, en hann er að fara þetta núna í America's Got Talent. Ok. Ég var að lesa það einhvers þar. Þá er ég til að horfa á það. Já, Simon er alveg með þetta. En það er komin tími á dagskölu. Sverrir Bergmann er rétt og kominn og tilkynningin líka. Snilt. En áður við fáum Svessa hérna með föstudagslægi, þá ætlum ég að fara í lið sem að ennú fastur hér á föstudöfum og heitir Kortmyndur frekar. Yes, I like that. I like that. Og þetta er eins og alltaf 3 spurningar. Og þeir segja mér hvort þið myndu frekar gera. Fyrsta spurning, ef þið værið mér í bæ, og þá er ég er að tala um alvöru slagsmál. Það væri ykkur hund. Ég þekki það alveg. Já, það er ykkur hundur í ykkur, búnir með nokkra vodka Red Bull. Já, og það er bara pirringur í gangi. Hvort myndu þið vilja frekar lenda í alvöru slagsmálum við Gunnar Nelson eða Fjallið, Hafþór Július? Wow, sko Ég ætla að velja Gunnar Nelson. Þú mútið frekar að fara í Gunnar? Já, út af einföld ástæða. Út af því að hann er a trained fighter. Hann veit hvernig hann á að pakka það saman á þess að stórslasa þig, menn að The Mountain yrði reiður, myndi kýla þig og hausinn færi af mér. Hann hefur ekki stjórn á Er það kannski létt spurning? Já, ég meina, þú veit, Gunni er a trained fighter, sko.
Já, ég heyrði það þegar þú sagði Þið ekki mig náttúrulega báðir sem fæður. Nei, ég hef búin að segja við Gunnar Nelson margótt að ég myndi að taka hann outside the octagon. Já. Í street fight myndur líklega að vinna. Já, það sem eru stop signs og allir pakkin, sko. Ákveður myndur vinna í street fight en ekki in the octagon? Af því að það er engar reglur. Ég held að Hjöppi myndi grípa, hann myndi ná í eitthvað öskubakka og berja honum í andlita. Hann myndi play hardball. Þetta var street fight. Algjörlega, en ég held samt að ég myndi slott freka við fjallið. Because I got speed. Já, meinar. Þú ert hraðanum mínum. Þú myndi ná kannski 5-6 höggum meðan hann var að hraða í 1. Já, meðan að Rísin væri ennþá að... Þú myndi fara að hringin alltaf. Já. Svo var ég að ná alltaf í einu höggi og áður hún veist að stóri maður hún er þreyttur. En er hann ekki lúmst snöggur samt? Jó, það var í körfubolta. Það sem ég ger alltaf, ég fer alltaf úr liðvekarum, læt alltaf einhvern halda á honum og svo byrja ég. Brettur í bermar. Ég held að það er ekkert gaman að fá högg frá The Mountain. Frá mér? Nei, frá þér. En talandi þetta áður fyrir næstu spurningu, hafið þið lent í slagsmál? Nei, maður láta bara eiga sig um aðeina. Já, ég var það er bara ekki fyrir mig. Lítið í slagsmálum. Það er bara ekki fyrir mig og ef við tölum í alvöru. Nei, það er sama hér. Jú, það er hægt. Það var lagnum með tönn, en ég hef ekki verið í slagsmál. Þú stundum næturlíf, þess að félaginu gert í gegnum árin, þá lendur alltaf í vitleysingum, það sem gengur og gerist, og getur forðast slagsmál og vilt, mjög einfallega. Ég verð samt að segja, bara give my G-boy a little credit. Við verðum vitni alveg að hrottalegri árásinu sinni. Svona í alvörunni? Já, svona í alvörunni. Kom ekki Gilsarinn eins og bara eins og Spider-Man, einhvers staðar bara fljúandi úr einhverju átt, tók gæja niður, snýra niður og bara setti andlitið á hann við gangstéttina og byggðum eftir að einhver kemur að tækja hann, sko. Já, ok. Það er borgarleg handtakaði búið Gilsarinn. Já, reyndar á fyrst skiptu aðeins ég orðið reiður, sko. Gæi sem löðrungaði stelpu, sló stelpu út af hann og rótaði hann eða bara. Beintur fram að nefa. Ósæðið högg og kjón Gilsarinn og þetta er eitthvað flottasta borgarlega handtaka bara allir tíma. Já, ég gæti mér ekki hort upp á þetta. Þið eru báðir drengir fyrir á toppnum án Tóbaks. Já. Og það er virðingavert. Ánægði með ykkur. Ég tekur þetta stundum president, það er í samt á toppnum án Tóbaks. Okay. Bara á til þér fá mér a couple of beverages. Ég ekki daglega, sko. Ok, ég held þið vera á toppnum án Tóbaks. En þar sem ég held að þið vera á toppnum án Tóbaks og ég hvet alla sem er að hlusta til þess að fylgja því fordæmi. Við notum ekki tóbak. En ef þið yrðuð, hvort myndið þið frekar? Byrja að reykja eða taka í vöruna? Þetta er mjög einfalt fyrir mig að svara þessu. Gríðarlega einfalt. Hvort var það? Það var að sjálfsögða að byrja að reykja. Mér hefur alltaf þótt að það er óheimil svalt að reykja. Ef þú passar að vera flott klæddur og svona dressar því í kringum reykingarnar. Hvernig þá? Þú veist, bara í flottum Þrönga gallabuxur og köflótt skyrta. Köflótt skyrta eitthvað. En þú veist, þá er það að vera þannig dýla ég er að fá að reyka inni. Af því að þú veist, ég er alveg upp af hörku reykingamönnum. Þannig að það kann engin meira reykja en ég. Þú veist, ég er búin að vera, þú veist, ég kann öll triksin í reykingunum. Þú veist, ég veit nákvæmlega hvernig það var reykja. Hann er hættur. Hann var eitt besti reykingamæður þjóðarinnar. Mamma og pappi eru líka bæði hætt og ég held að þau myndi aldrei geta hætt að reykja. Egil, er það saman að þér? Ég hef ekki prófað að taka í vöruna. Ég voru mikið laumiki. Nei, það er bara vel gert hjá þér. Og ég prófaði að taka smók í Galtalegg 95 eða eitthvað. Mér fannst það viðbjóður. En þá er ég að tala um að þú gætir bæði, skilur. Þú myndir höndla, hvort myndir velja? Menn að hætta að þykjast að reykja upp á bara lífslíkur og annað, þá myndi ég velja frekar munntóbaki. Ok. Það er svo ógeðslegt, þú fer illa með tennur. Mér finnst það sexy að eitthvað fála sexy fótballtaka með alveg út sprungna vör, sko. Nei, ég er það. Er það ekki? Svo er það síðasta spurningin í dag í hvort myndir frekar. Hvort myndið frekar? Ég spurði Steind á einhvern aðeins, ég held að séu 2 ár síðan. Þetta er góð spurning og mér langaði að spyrja ykkur því að þið eru báður úr Kópavoginum, báður með þykkt og flott hár. Hvort myndið þið frekar búa á Sauðárkróki með hárið sem þið eru með eða vera sköllóttið það sem eftir og fá að búa í bænum? Sko að því ég er með svo stór eyru þá gæti ég ekki verið sköllóttur. Það er bara svona, þú veist bara, hvað, það er ekki að fljúa ánga eða, þú veist, ég myndi fara í bílinn og flýgur ekki ánga frekar. Heldur að menn séu að kasta þið það 35 ára gamall? Já, það einhelti verður bara verra með árunum, sko. Þú er átt á því. Sko, en að búa á Sauðárkróki, það er náttúrulega doldið töff. Reynda getið þá komast aftur á sjóin. Já, ok. Það er náttúrulega gaman draumur. Ég sé það svona sem kost. Sko, ég er að veltaði fyrir mér. Þetta er 3 tíma akstur.
Má ég vera með Það er málið, það er fólk eins og í New York og fleiri borgum erlendis, það sem leggur á sig 2-3 tíma ferð í vinnu fram og tilbaka. Hvað myndir þú keiri í vinnuna? Þú myndir náttúrulega vera bara í vinnu á króknum, þjálfa þar og það eru líka stræktastöðar. Já, ég sko málið, ef ég bara vakna 5. Allt sem að þú gerir í Reykjavík, Egill, gætur þú gert á Sauðárkróki, bara svo vitið það. Því að þú ferðir í sporthús, ert þar allan sólarhringinn. Þetta er ekki mætt í ammali að Ívar Guðmundssyni að hann byggi Sauðárkróki, sko. Jú, og það myndi hann bara koma söður. Sko, ég er að tala um vinnutengt. Ég geti unnið í þreksport. Það er fínt geim hann á króknum, ég veit ekki það. En sko, en ég held ég vakni 5, ég hleyp út í bíl, ég mættur 8 upp í sporthús. Ég komin heim svona 10 kvöld, ég get alveg hugsa En ákveður má ég ekki fá mér hárkollu eða eitthvað? Jú, já. Já, þá myndi ég alltaf bara búa í bænum og fá mér eitthvað góða kollu bara. Já, ég að fá mér hárkollu sem sagt. Þú veist, ég myndi ekki dæma þig, ég myndi fá þér kollu. Bara með einhverju flott. Það eru bara það flottar í dag. Það eru miklu raunverulegri, bara með einhverju flottri hárgreiðslu. Skemmtilegt, við skoðum það. Hendir ráða á mótnana. Akkurat, við skoðum það. En eitthvað svona styrkja gott málefni eða blonde eldur með hárkollu í mánu, eitthvað þannig grín, safna einhverjum 10 kúlum og eitthvað góðgera shit. Frábært grín. Það styttist í Sverrir Bergmann talandi um sköllóttamenn, hann er hér næst með föstudagslagið og tilkynning, við erum með risa tilkynningu þennan föstudaginn. Shaken Pizza Egilshöll kynni með stolti 4. bestu pítsu í heimi. Þetta er sennilega eina skipti sem ég á ævinni fagnað 4. sæti. Ef að þér finnst baconsvöldu pítsan okkar ekki góð, þá eru bragðlaukarnir þínir líklega í útrýmingarhættu. Eftir keppnina í Vegas þá hefur við bara eftir að skrá okkur í Shake Champion of the World. Því að shakearnir okkar eru engu líkir. Komdu á staðinn eða taktu með heim 4. bestu pítsu í heimi og ókrýndan besta shake sem veröldin hefur sett í umbúðir. Shaken Pizza Egilshöll á heimsmælikvarða. Í alvöru. Enski barinn kynnir. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Verður þú með í mögnuðustu hringferð ársins. Skráðu þitt lið til leiks, hjólaðu hringinn í kringum landið í frábærum félagsskap og legðu góðu málefni lið. Skráning er hafin á vaucyclothon.is. Fermingadagar í Elko. Mikið úrval af fermingagjöfum. Elko, einfallega lægra verð. 5 í fötu. Það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. The Weeknd með I Can't Feel My Face. And I love it. Það vil lent í því, drengir. Það finn ekki fyrir andlitinu á mér. Já, kannski þegar ég var kildur á Wembley 2011. My fans voru að minna mig á það. Það var þetta rosalegt atriði. Og þetta er líka því við vorum að ræða slagsmál á hann. Við vorum alltaf lent í slagsmál. Það var, þú veist, I got the best fans, ég var alltaf þetta. Og það var einn af my fans að láta mig vita, ég var auðvitað kildur hann á Wembley 2011. Já, á Twitter. Ég var bara steingleymd. Þetta var ekkert slagsmál, þú fyrst bara eitt högg, þú ást það. Það var að því að ég sagði við hann sko, no, señoras. Já. Hann var í Barcelona búinn. Já, ég var að segja hann að fara í kvennarflústi, ég sagði señoras. Smá, bara svona grín og... Hann hafði lítinn húmor fyrir því. Þetta er sama ég lendi á Benidorm 1998. Það var gaur á menningarferð með strákunum. Það var gaur í Newcastle búning að pissa henn á skemmtistað. Og þetta þurfum við nýbúin að ræna þenn titlinum, Manchester United. Og ég bara í sakleysi mínu bara, hey, who are the champions? Þá var þetta einhver alvöru Newcastle bulla sem ætlaði bara að drepa mig. Ég hlaup upp. Landaði alveg svo harðfisk. Nei, hann náði mér ekki. Það var líka góð saga, ég tók höggi sko. Já, þú ásta. Vá, frábær saga. Hann tók a punch. Good story, bro. Hann átöki. Það er komin góður gestur hingað í stúdíóið sem er, ekki hér í fyrsta sinn, en nú hættum við morgunþáttinn. Rétt. Og það er hann Sverrir Bergmann, ertu velkominn. Hardmouth er svona kallað. Já. Hardmouth, er ég ennþá að vinna með það? Já, fólk kallar það, ég kallar það ekki. Ertu ennþá að vinna með Sweat to Mouth? Nei, ég er farin yfir í Menswear. Menswear, skemmtilegt nafn. Fullorð nafn. Við ætlum bara áður að fá föstudagsslagi og tilkynningu. Já, við þurfum náttúrulega að tilkynna núna því að föstudagsslagi er tengt. Já, sko, alltaf setja eitthvað lag undir tilkynningu. Nei, ekkert þannig. Eitthvað svona trombusóla og hvað neða. Þetta fengi myndir fyrir Cast-trailerin. Aldrei að vita. En ég ætla að byrja að spyrja þig, Sverrir, hvernig hefur það? Ég er bara góður. Já. Hvað er kallinn búin að vera að brasa eftir hann hætti á FM 957? Nú er maður að vinna í músík og maður tala sér þetta teiknumynd. Já, hvað heitir hún áttur? Ratchet og Clank. Steindi með þér eða ekki? Já.
Hún geðvik. Já. Hún búin að tala sér þetta. Og hvenær kemur hún í bíó? 27. apríl. Já, saknar þess að vera á FM á mótnana? Hjöppin og það komin á þinn stað? Já, kemur fyrir. En að vakna 20 minnir við 6 á mótnana. Þú náttúrulega ekki það ekki. Ég hef heyrt að þú sett aldrei komið fyrir einhvern eftir 7. Kjærveig kemur aldrei fyrir klokkan 7. Var Kjartan að væli því? Ég segi ekkert hvers. Það kom ekki margir til greina Það er ekki annað. Það er alveg óþar að mæta hálftíðan fyrir, mæta bara slægin. Það er ekki flókið, sko. Já, en það er langt síðan þú varst með föstudagslag. Já, er það ekki? Ég man ekki sem fyrir. Það eru komin margir mánuðir, hálft ár eða ár síðan. Það getur ekki við. Löngum komið tíma á það með SOS. Löngum komið tíma á föstudagslag hér í FM 95 Blö. Ég tók nú nokkra línur hérna síðasta föstudag. Hvað meinarðu, tókstu nokkra línur hérna síðasta föstudag? Bara, Tókstu náttúrulega línur hérna síðasta föstudag? FM 95 Blö var í fríi síðasta föstudag. Já, það var... Já, þetta þegar sönglín, ég ætla að tala um hérna. Ég ætla að tala línur á hérna. Já, ég hugsa ekki svona út í það. Já, kona með þetta Lína líka. Það með þetta Lína. Já, kona með þetta Lína. Hann mætti hérna í stuðlaða þetta. Við fyrir að kalla Egil Jegill. Hann upptekinn að sjálf sér. Hann mætti hérna föstudaginn, tók söng fyrir minn og eitt lag hérna í stuðlaða þættinum. Já, ég mista stuðlaða þættinum. Takk fyrir það með SOS. Frábært þáttur þér. Já, en... Þú getur náðum á Vísiblu. Já, takk fyrir það, ég kíkja á hann bara þegar ég kem heim. En það hins vegar komið að föstudagsslagi og tilkynningin tengist föstudagsslaginu. Og það að FM 95 Blö verður aftur á þjóðhátíð árið 2016. Boom. Það sami hópur og var í fyrra. Og við erum ekki búin að lofa nýju þjóðhátíðalagi. Við erum með þjóðhátíðalag, en það er aldrei að vita. Það er tiltölulega nýtt þjóðhátíðalagi sem það var hendi í. Ég segi bara að þið skulle ekki voða ykkur. Já, þið náttúrulega eru með þjóðhátíðalagi núna. Það er með þjóðhátíðalagið. Og Frikki Dór. Og Frikki Dór eru saman með. Það er hljóma vel. Þið getur glemt þessu. En sko málið er, við erum satt að uppgöta okkur fór að síðast voru að föstudegi, nú erum við að Lau. Fyrst mætu við félagarnir í kvöldökunni, tökum hann að rosalt sesjón þar, tökum allir saman sesjón þar og síðan er Muscle Man með DJ-set nóttina, það sem bassi verður kerður upp. Og hvað var ég að gera? 90 mínúna. Þú varst nú bara að senda þetta þjóðhátíðalag, eða ekki? Já, hvað ger ég þú? Viltu ekki bara upp á sviðið og rífa á róan og spenna byssurnar þar? Mér vantar að með dansara hana. Já, ég skal bara í alveg til að dansa. Ég ætla að búið til betra lag en Sverrir Bergman. I'm gonna steal his thunder. Ok. Kæfta þessi kemur út þér í dag. Bara kontum með þitt lag og þitt leimest lag með Frikka Dór. Þið voru að heiti 2010, áfram. En föstudagslagið er eins og við komum inn á. Það tengist þessari tilkynningu að FM 95 Blö verða á þjóðhátíð og við fengum Sverrir Bergman og Halldór Gunnar til þess að taka þjóðhátíðalagið sem við vorum í fyrra og gera það svona acoustic, kallast það ekki? Jú. Já, þannig að hér er þjóðhátíðalagið í nýjum búning og það verður nú ekki tekið svona á þjóðhátíð núna en við skulum heyra hvernig það hljómar acoustic. Acoustic útgáfan af Ég fer á þjóðhátíð hér með Sverrir Bergman og það er þannig við förum á þjóðhátíð þetta árið drengirnir. En talandum þjóðhátíð núna, þú sagðir ok, er það þess að King of þjóðhátíð hjá þér eða? Sem erum að fara í Það er ekki fættur í Geðblu. Nei. Fósaði fyrir það. Ég er að leggja saman 2 Þegar báðir fara á þjóðhátíð, líklega oftar en 10 sinni báðir. Ég næ ekki oftar en 10 sinni, en þið hefði farið nokkuð sinnum. Hver er meiri kongur á þjóðhátíð? Ég. Og þetta er líka veistlega fyrir alla hana sem eru. Þetta er svona checklisti bara sem þarf að gera með það maður á þjóðhátíð. Það er veistlega fyrir alla sem eru að hlusta einhvern veginn að taka þátt líka sko. Þetta er svolítið þannig. Mennsvers, þó þú ert ennþá einn inni og hérna þú ert ekki með. Nei, það er alltaf lægi. Þetta væri búin að sleifa einhvern. Þetta er þessi helgi, það er að allt snýst sex, drugs and rock'n'roll. Þetta er náttúrulega hérna ekki drugs, sex, drugs and við erum ekki í því félagarnir. En það sem er hérna með Svessa, hann er náttúrulega king of þjóðhátíð því að hann á núna 2 eða 3 þjóðhátíðlög. Það er ekkert að keppa við það. En sko, Svessi, hefur aldrei heyrt konceptið að hætta á toppnum með þetta þegar Kveiki Meldan er besti þjóðhátíð allar tíma og þegar að mæta aftur með lag. Þú verður að toppa, að pressa á það sko, því miður. Ég er bara ekki að hætta. Rise above the pressure, segir ég. Ég segi bara ekki hætta með þetta gaman. En ákveður að hætta, ákveður að gefast upp, ákveður ekki bara toppa hitt lagin. Ég held að þetta sé svona, þetta er algjör mistök hjá hann að taka. Ég er bara að stríða þér með þessu. Þetta var svona eins og að gera Súlandur 2, þetta er svona þannig mistök sem þú varst að gera. Málega út að Kveiki Meldana ég sagði eitt skipti, þá sagði ég besta þjóðhátíð sem ég heyrði á ævinni. Það er gott, já. Ég heyrði það strax
En já, förum í spurningakeppnina hérna, Egill. Já, þetta 14 spurningar. Mér finnst lífið undir. Fæ ég trailer eða eitthvað þannig eða? Nei, bara byrja. Getum við ekki Brian Eccleston undir að syngja Run með Snow Patrol? Kannski eftir. Ok. Yes, við byrjum þetta bara keppninni hafið. Hefur verið í Pollagalla í Herjólfsdal, haldáttu einum volgum Túborg? Rétt. Punktur á báða. Dead tight, strax. Grunaði með þetta strax. Jafnt á þetta. Hefur gist í tjaldi á þjóðhátíð? Já. Fyrsta þjóðhátíð minn, hann var í tjaldi. Og þjóðhátíð nr. 2 líka, en þá fekk ég að fara inn í íþróttahús. Hefur eitthvað verið í tjaldi í dalnum? Já, nei, ekki í dalnum. Ég hef verið í tjaldi í dalnum. Það er reyndar glerhart. Ég get ekki gefað auka punkt. Það var ekki því með ekki spurningin, sko. Ok. Hefur þú ráfað inn í teknotjaldið og pantaður ópálskot? Já. Boom. Þetta heitir strax að það er álveru menn. Það er bara hannig. Það er 3-3. Hefur þú hendur í tjörnina í dalnum, berað ofan, öskrandi, haldnand á Smirnofflösku? Nei. Já, það inni. Ekki. Það er bara bannað að ljúga. Ég væri til að hendi það er ekki alltaf að sé, það er alltaf einn gæði sem er ofuröfni. Öskrandi og eitthvað, haldnand á vodkaflösku. Maður hefur líka séð óþægileg moment í tjörninni þar sem eitt flipparinn er búin að fara of langt með þetta og með þess að vinir hans hættir að horfa, sko. Já, komin úr ofan samt að ekki. Já, bara, maður svona greið. Það er alltaf mjög gaman að þeim meistara sem gerir það, rífur svo ofan og fer í. Hefur þú ráfað random inn í eitthvað á hvítu tjöldunum og fengið lundasamloku eða einn jökulkaldun? Oft og mörgsun. Já, það verður ekki tíkist. Það er eiginlega skemmtilegt við þjóðhátíð, það er að labba hvítu tjöldin. Skemmtilegt ekki. Ég er svolítið í veltu sundinu. I'm there to party, sko. Þú getur partíað í tjöldunum. I'm there to party hard. Ég er alltaf sko á... Það er 4-4. Mér svolítið skrítið það ekkert undir. Getur ekki haft bara þjóðhátíðalag undir það? Það sé 100 í beddi. Ok, ég fyrir það hérna. En hafðu bara þjóðhátíðalagið okkar undir sem bedda. Og kemst ég í þjóðhátíðargýrin. Ég er með klassikina as we speak. Ok, haldur bara hann, ég er að finna. Hittum upp fyrir 50 sammali og yfir Guðmundsvættir. Spurning 5. Nei, fyrir ekki, spurning 6. Hefur þú komið með hjólastóð með þér í Eyjuna fögru og notað hann til að keyra áfengi eitt dalinn? Sko, ég var náttúrulega með ykkur þegar þú voru með þrúðmar eða hvað sem að hétta þarna. Þorleif? Já. Kalla hann aldrei aftur þrúðmar. Já, ok, en... Hitt Þorleifur og þú veist vissulega með. I was in the company. Ég þarf ekki að heppa punktar. Hefur þú notað hjólastól til þess að transporta áfenginin dalinn? Nei. Oh my god. Hörru, Hjöppi bara take the lead. Já. Ég er ekki reyna leðalögur sant. Nei. Hefur þú elt kanínu á gólvellinum? Og séð kanínu, hlaupa eftir henni, elt hana? Nei. Vá, maður er yfirleitt í svo mikið neyslu þarna, maður er potið gert það, en ég get ekki staðfest það. Mér er ekki punktur. Mér er ekki punktur. Hefur þú geggað á stóra sviðinu? Já. Boom. Ég var ekki beðin um það, en ég fór upp á sviði. Þetta er miður ekki punktur og það er 5-5. Hefur þú verið aðalaktið á húkaraballinu sem er virtasta ball landsins? Nei. Hvor er þið þar? Það er skellur. Það er skellur. Og ég hef aldrei þekkt neitt sem er á húkaraballinu nema bara til að hitta upp. Hefur þú hægtir á kömrónum sem eru í dalnum? Æ, ég pissar. Ekki... Ég gæti það ekki. Ég hef potið tætt mér þar, já. Það er punktur og bjöfa. Þú ert ekkert eitthvað feimið fyrir það að þú getur þess að skita á gólfið hérna núna ég með segja kúka á gólfið. Mástu ég fór í dekkið hjá hann á frængu? Já, vissulega, já. Hjöppi er ekkert feimið þetta. Getur bara hægt segir. Ég geta ekki. Prófa að segja núna. Nei, ég er góður, bara næsta spurning. Er ég þá að vinna? Það er 6-5 fyrir Hjöppi. Hefur þú farið í sleik í dalum? Já. Þeir eru báðir alvöru, þeir eru svona nokkuð harði þjóðategn. Ég veist ekki alveg við, þetta er eiginlega jáðu öll. Ég hef verið alltaf með kærustu og svona. Já, það var kærastu mín at the time. Ok, maður sjá. Já, og það er eina sem að auðvitað, já, einmitt. Hefur þú girt niður þig í dalnum? Girt niður mig, þá ekki á klósitinu. Þetta er ekkert eitthvað nákvæm, hefur bara girt niður þig, hefur það girt niður þig í dalum? Já, til að pissa. Það er punktur þar í það. Já, auðvitað hef ég þá. Ég farið þarna upp og þegar maður er agalegt út komin í svona klukkan er 1:30 út komin í þannig ástand og ert að reyna að drösla þarna upp brekkuna til að pissa. Þegar báði girt niður ykkur í dalum. Sko, þetta er svona löng spurningu, það leiði mér að klára á þennu gripið fram fyrir mér. Hefur þú stundað ástarmög á gólvöllunum á holu 9 alveg eins og Kristinn Pálsson, sölumæður í Sporthúsinu, gerði því eins og frægt var hérna um árið? Nei, það er ekki. Laus við það. Ég fer á gólvöllun til að spila golf. Kitty Páls er eiginlega eini kynlífsvíkill sem ég þekki sem hefur gert það.
Hann var á holu 9. Sko, þetta er síðan spurningin. Hjöppi er með the lead. Það er 8-7. Hver verður the king of þjóðhátíð? Ok. Hefurðu hitt gælu í dalnum, þið náðu vel saman, þið leiðist úr dalnum og endur svo annarkvort inn á A, hótelherbyggi, B, tjaldi. Til hamingju. Nú færðu Samsung Galaxy S5 Neo með flottum kaupauka og 5 GB gagnamagni á mánuði í 6 mánuði á sérstöku fermingartilboði Vodafone. Kynntuðu málið á vodafone.is eða í næstu verslun. Vodafone. Við tengjum þig. Það eru 3 skref sem þú getur tekið í átt til aukinnar hollustu. Borðað á lokal, borðað aftur á lokal og komið svo bara eins og oft á lokal og þið langar. Sem ég veit að verður mjög oft. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Enski barinn er með lifandi tónlist öll kvöld. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Það skiptir öllu að toppa á réttum tíma í úrslitakeppnin í Dominos-deildinni. Sjáumst á vellinum. Dominos. Heimilispakkin var stór, en nú er hann risastór kostlegur. Hafðu samband á símin.is og fylltu húsið af gleði með heimilispakkanum. Þú getur meira með símanum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Þetta er 21 Pilots með lagið Stressed Out. Það nú ekki við okkur drengina hér í stúdíónu. Við erum mjög afslappaðir og fínir. Það styttist í heitt og kalt og svo er flottulega keppnin hér líka réttandi á horni. En það er hins vegar komið að því að hringja í gamlan vin þáttarins sem við höfum ekki heyrt hjá hann lengi. Hann heitir Brjábryggi og mjög hrifinn á hann. Já, hann vissi að ég myndi hringja í dag, þannig að hann ætti nú að svara kallinn. Þannig að við skulum bara tjekka hvort það BB King svar ekki. Tjekkum á þessum. Hann er með Final Countdown hringingu myndir. Þetta er gott lag. Final Countdown. Þú ekki heyrt það lengi? Nein. Auðun Blöndal. Blessaður, Brján. Þú ert væntanlega að hringi mig og segja mér að þessi þinga sem ég með sé eitt risastórt aprílskap. Hvað, er þetta þunnur? Dreppast. Er þetta sem bara aprílskap eða? Hvað, akkur er þetta þunnur í dag? Hvað varst að gera í gær? Það veit ég ekki. Ég veit ekki hvað býta þessu þetta. Er það verið til að þegja eins? Hæ? Ég er að tala þetta með góðum félaga minn Auðun Blöndal. Þetta er staðið. Það kan liða að gemma hérna. Já, ok. Ég var að segja hvað það ég er að tala með Auðun Blöndal. Jæja. Lækja þess á. Frábært. Hvað segir Auðun Blöndal? Auðun Blöndal er bara nokkuð. 150 mestu meisturum landsins. 150 mestu meisturum landsins? Já. Já, maður er alltaf að lækka það. Þú ekki þegar einhverju frómasaus er drulliðu blöð. Þá segja ég alltaf við þá hvort að þeir séu með þátt, sín eigin þátt á FM, millir 4 og 6 þetta fyrsta. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að láta það heyra það. Já. En er þetta ekki góður? Jú, en Blöndalinn. Já. Fá það í apríl. Hvað sér það? Ertu búin að fá það í apríl? Er ég búin að fyrir utan það er fyrsti í dag, sko, þannig að, nei. Já, ég veit það. Broddi, frendi minn er búin að baka mig allan dag. Það er 1-0 fyrir honum í apríl. Þannig að maður er búin að vera í hérna. Hann er ekkit alveg að hata það. Nei, þetta er alltaf skemmtilegt hjá okkur og þér og frændaðinu. Já, þetta voru fínir páskar. Voru það fínir páskar í þær? Já, það er ótt að segja að mist mig alveg í súkurlaði. Nó, vel gert. Það tekið alveg regg. Heldur því sem 5 ára eða? Nú, varst ekki... Ég var að tala um að ég hef mist mig alveg í súkurlaði. Ég er að tala um svartar gælur. Já. Það er alveg allt múrandi í þeim núna eftir að þetta turistadæmi byrjaði. Glæsilegt. Ég er ekkert alveg að hata það. Nei. Gaman að heyra það. Þú ert alltaf að brata. Hei, Gilsarfjörna. Já. Gilsari. Blessaður, mestari. Má ég giska eitt? Já. Má ég giska eitt? Já. Þú hefur aldrei verið betri. Þetta er hárrétt. Þú fættar upp á því. Já, allir það ekki. Þú hatar ekkert að segja það. Nei. Góða punktur. Það er Broddi segir þetta oft. Ég hef aldrei verið betri. Já, það er mikill meistari, Broddi. Hann vil glemmt fá því sem fórseta. Veistu hver er þið fyrsta reglan ef að þú verið fórseti? Nei, hvað? Það er allir baratsauðsar bannaðir. Já. Þetta er hressandi. Ég segi, hvernig var þessi? Það er mjög góður.
Já, en hann að brundpókin hann Steindi Junior Hvað? Akkur er hann einhver brund? Hvað, sást ekki áramótasköpið? Þetta er topp maður. Sá ég áramótasköpið? Já. Gilsar, verður tilbúið núna? Sá ég áramótasköpið? Já. Spurðum aftur hvort ég hafi séð áramótasköpið. Sástu áramótasköpið? Herðu, ég misti að því, það var hundur og kúka á grensasveginum. Það var góður, gott áramótasköp. Já, ok, hvað er það? Þetta var mjög gott. Ég kalla hann alltaf reyndi klúður en ekki Steindi Junior. Það er alltaf reyna að vera fyndin, en það hefnast aldrei. Býtu, hvað er á móti Steinda? Eitt stærsti brundpóki sem ég veit Ef þetta væri trommuheila, þá myndi ég tromma á þessum heimska heila og sparkjan. Hvað hefðu? Slaka á, þetta er Steindi toppmaður. Þín skoðun, þú hefur rétt að henni. Já. Fyrir mér þá kallaði hann reyndi, ekki Steindi. Já, en býtu hvað okkur... Það reyna að vera fyndin. Okkur er eitthvað mótið Steinda Junior? Það er hommi, er það vandamáli? Já. Ef ég vil hlusta á eitthvað gott hommadæmi, þá hlusta ég bara á Pál Óskar. Herðu, frábært, það er alltaf gaman að heyri þér, Páll. Nei, Páll, Brjáln. Hvað er þetta að kalla mig? Ert þú líka brundstappa? Æ, herðu, jæja. Þetta er orðið... Gizari! Já. Ég var að pæla í hennu. Broddi sagði mér að þú hefði kallað Björn Braga B.B. King í FM 95 Blöðum daginn. Já. Þetta er ekki rétt. Nei, ég held að það sé frekar ólíklegt. Ég treysti á að það sé ekki rétt. Nei, það er bara ekki fræðilegur. Ég hef kallað, nei, þú ert þinn eini sanni B.B. King. Já, þið mætti kannski segja við hann að láta kærustum hans hægt að senda mér SMS. Það er frekað þreitt. Ég reyndar ekki, væri ekki að hata það. Do you know what, en... Nei, herðu, þetta er alltaf ræðsamt að heyri þér. Stóra fréttir. Nó. Ég er á leiðin til Mallorca í næsta mánuði. Ertu á leiðinni? Nó. Já, stand up. Ég er fyrir 957 ferð. Já, ertu að fara til Magaluf með strákunum? Stand up. Já. Ok. Já, veistla. Kallinn komið gigg. Það er með homaþættinum. Já, frábært. Ég er að fara 12. maí, Mallorca. Gizari! Já. Þú myndir nú ekki hata það að mæta til Mallorca. Mallorca, uppistandi B.B. King, líklega besta plans hjá æfinni heyrt. Lýst þið vel á þetta? Já. Þú ert að vinna svolítið með að þú myndir ekkert hata það? Já, Broddi verður að fæsta upp á þessu. Já, herðu. Ég var ekki að hata það. Það er, sko, það væri nú ára einhverju tótteilar daginn að segja að þetta væri glatað. Ég sagði að það væri, sko, Gizari, þú segir þetta líka ekki. Jú. Þú myndir ekki hata það. Nei, myndi ekki hata það. Nei. Nei. Lásið þið í fréttinum að Justin Bieber væri með ónæðum fyrir nagdýrum? Þú var hann ekki að láta naga sig hérna á Íslandi? Herðu, þetta er þessandi. Það var gaman að heyra í þér, Brjálbreki, og gangið vel á Mallorca. Herðu, hvað segir þú tótteiliðin? Gaman að heyra í þér, vinnur. Tótteili, Gizari, hvernig er þessi tótteili? Farðu varlega. Það er mjög góður. Þú myndir ekki hata að þau myndir hingja þess oftar. Já, gaman að heyra í þér og hafa það gott á Mallorca. Þessandi. Takk fyrir það, mistari. Já, blessaður. Það kallaði tótteila. Já, þetta er svo vitlaust kvikindi. Samsendingahjörð í amerískum fötum, þambandi úr glösum, standandi í röði bankastræti Geislaði neyslan, þetta vera veistla Geislaði búkan braf geislaðan áður en þú veist að við neyslan hætt að vera veistla Þetta er einn besti rappari landsins, ef ekki bara sá besti, Ágúst Bent og já, það er nokkuð ljóst að hann tekur þetta lag á þjóðatíð í næsta lífi en það styttist hér í flottulaðakeppnina og svo kemur Hjöddi úr Hashtag Fashion og ætla að segja okkur hvað er heitt og hvað er kalt svona fyrir sumarið enda komið 1. apríl, voru í lofti og er ekki sumardagur fyrsti, hvað er þetta, 17. apríl eða hvernig er þetta? Það er ekkert síðan svona síðasta 50. apríl eða næst síðasta Já, þannig að styttist í sumarið Þetta er að bregðast á Hann er 21. apríl 21. apríl og það verður gaman að heyra hvað er heitt og hvað er kalt og Egill ætlar að spyrja hann út í gallabuxna Kvartbuxunar og það er ennþá gott að það sé ennþá þið shit þá get ég farið í þeim kannski, ég mæti í 5. samlega Sívar Guðmundskvöld í gallabuxna kvartbuxum heldur ég verið the shit Ég veit ekki, en veistu hvað, ég hef pælt í ef ég var með einhverja vinsala fatabúð þá var ég með opið til frá 3 á föstudagsnóttum og lögdagsnóttum hversu oft er maður ekki mættur í gírinn
Það var nú gott að kannski fá sér eitthvað nýja skyrtu eða veit ég hvað við. Já, þú var ekki að gera opið til 3 samt alveg. Nei, ég meina kannski Það farið fyllibillurinn. Já, en þú veist ég hvernig. Já, ég veit nákvæmlega hvað það. Þannig að þú kannski ert hjá Ævar Gudmundsson á eftir, hugsa með þér, ég til nýja skyrtu. Já, ég langar eitthvað glerherðan leðujakka sem kostar kannski 120 skall, komin aðeins í glas. Það eitthvað, þú tími frekar að kaupa fötur út aðeins. Svolítið tips í maður. Þú manst þetta mér í New York, en ég keypti þarna bara allt Jordan-safnið og skónum. Þú keyptir alla Jordan-skó sem þú sást. Ég hef ekki séð í Ég hef aldrei farið á. Maður versla meira þegar maður er að sníkra, sko. Ég notaði þetta í my sneaker collection. Það er ekki aldrei komið í my sneaker room. Er það bara í skóherbygginu? Þú átt ekki sneaker room? Jó, hefur ekki kíkt í það? Nei. Tjekkaðu mér. Já, ég þarf að koma að kíkja það. En áður fyrir mig í flottulega keppnina þá ætla ég er með eina spurningu hérna sem ég fannst skemmtilega. Ég ætla að henda í myndru fyrir cash í dag. En svona sletti. I'll do anything for cash. Og valdi eina spurningu í staðinn. Hvað haldið þið séu með greindaðistölu, drengir? Hvað myndir skjóta að þín væri, Hjörvar? Hvað var Einstein með? Einstein IQ. Sko ég er með mjög lág greindaðistölu. Já, og við kenna það alveg? Já, með mjög lág. Hvað heldur hún Lendur oft miklu vesinni með það lág, sko. Það er sem ég strögglótt með það, hugsa oft anskotin, auka 10 punktar, það er ekki að svara þessu. Sko. Þannig að sko, ég er svona, ég er að slefa 115 er talin svona, þá ertu average. Já, ég nefði aldrei. 115? Já. Þá er ég svona 90. Ok, ég ætla að spyrja ykkur. Nei, ég held að þú sér það er 90, ég sinnaði 90. Forrest Gump var hvað, 70? Sko, ég að fatta á hvað ég er heimskur. Ég sjónvast þetta Alzheimer á þriðjudaginn. Þar var Páll Magnússon eitthvað að fara eitthvað Alzheimer test. Það er kongurinn. Og það er einhver kona sem las upp eitthvað sögu fyrir hann og síðan spurði hann út í söguna til að tjekka hvort hann var með Alzheimer. I didn't have a fucking clue af því sem að hún hafði sett. Já, þú varst samt búin að hlusta á það sama. Já, samt búin að hlusta á það sama. Varst ekki að gera eitthvað annað annað segið? Þetta ekki tölvinni í símanum eða Páll Magnússon var með fulla athygli þegar hann var að segja söguna, sko. Já, ég allavega, ég upplegaði þarna, ég sem að shit, er ég yngsti gæði heim til það. King Palli bauði mér í bátsferðum Vestmannaeyjar síðustu þjóti, þetta heimta aftur bátsferð. En nú er það spurningin, mundið þið fyrir $1 million, sem eru 120 miljónir í dag cirka, mundið þið lækka ykkur 10? Já. Já, ég meina, þú veist. Sko, hvað munar miklu 10 stigum? Já, þú sér það, þú ert að taka 10% af tölunniðinu fyrst að þú sagðist vera 100 eða 90. Nei, ég er mjög, sko, Þannig að þú myndir lækka greindastölunninu 10, Hjöppi? Fyrir $1 million? Þetta er samt alveg $1 million, sko. 10 er ekki það mikið, sko. Þú ert ekki það miklu heimskar, held ég. Já, ég held að mjög þetta góð tímtöflu þetta, þú ert örlátur. Þá væri ég einhvern veginn bara svona alltaf hlæjandi. Sko, þeir sem er heimskir, þú eru alltaf hressir. Alltaf. Þú sér aldrei heimskan gæja í fílu. Aldrei. Ignorance is bliss, segja þér. Já, og sko, og þeir sem eru gáðaðir, þeir eru alltaf liðið sem eru við þungir alltaf, sko. Það er liðið sem er pirrað. Þannig að þú vilt ekki vera gáðaðir, sko. Nei, en við hérna í þessu stúdíu, við erum alveg meðvitaðan af það að við megum ekkert missa 10 stig, sko. Það er ástæðan fyrir að við erum að vinna á FM, sko. Ég erum ekki í jakkafötum núna að loka okkur viðskiptadíl, sko. Setjum hérna... Það er ekki verið að vinna máli, ég var í góðu skapið hérna. Ég held þið gott að því, að kippa 10 að mér að ná. Ég var rekin fyrir ímislegt hérna á FM, en ekkit að því ég er orðin aðeins heimskar en ég var, sko. Þá er ég bara komin á sama level og hinn er í hérna starfsmenninni, sko. Það er bara nákvæmlega sama level. Við erum þar, en við skulum fá hér auglýsingar og svo er það, flottu lagkeppnin. 2 í takinu, 2 í tacoinu. Taco Serrano Fresh, Happy, Max. Enn meira gagnamagn, enn meira sjónvarp með skjá einum hjá Símanum. Já, heimilispakkin er orðin risastór kostlegur. Hafðu samband á símin.is og fylltu húsið af gleði með heimilispakkanum. Þú getur meira með Símanum. Hópa tilboð á Wilsons Pizza. 2 stórar pizzur með 2 áleggjum, ostastangir eða franskar á aðeins 3.790 krónur. Hvort sem þú sækir eða færð heimsend. Pantaðu á webnum wilsons.is eða í síma 581 15 15. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Dagfinnur er heiðursborgari vikunar og fæst með 500 króna afslætti þessa vikuna. Já, þetta er það sem Bandaríkjamenn kalla Pulled Duck Burger. Íslenska hamburgerfabrikinn. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð.
Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Hvernig væri að koma við og taka burger, rif eða kjúklingavængi beint í bílinn? Dirty Burger and Ribs. Það verður stjörnusýning á morgun hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota við frumsýnum Prius nýrrar kynslóðar og sýnum skærustu stjörnurnar í hybridflota Toyota. Auk þess kynnum við alveg hreint stórmagnað stjörnutilboð á Auris Hybrid og Yaris Hybrid. Komdu og fáðu stjörnur í augun á morgun, laugardag milli klukkan 12 og 16. Toyota. Ef þú ætlar að fá þér pítsu, hvernig væri að fá sér 4. bestu pítsu í heiminum í dag? Shaken Pizza Egilshöll á heimsmælikvarða. Í alvöru. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Þetta er Rihanna með lagið Work og Drake hérna með henni í farabróti en nú er hins vegar komið að dagskrárlið sem að var alltaf á 50 hjá okkur Hjöppa. Það er nú búin að vera svona nett 50 dags dagskrár hjá okkur. Brjátbyrgi var á línun áðan og svo kemur Hjötti úr hashtag-fasjón eftir. Good shit. En þetta er dagskrárliðurinn flottulagakeppnin og þá fáum við allir að spila hér 1,5 mínútu cirka. Það er ekki 2? Já, svona 1:40. Það er lykilatriði út af því að ef þú hættur 1:40 hjá mér, það er alltaf að fara að tapa sko. Já, ok, þú fær 2, gæði það. Og svo hringið þið inn kæru hlustendur og fyrstur upp í 4 atkvæði vinnur. Já, þannig að það er 511-0957. Það er númerið hér á FM. Hér á FM, já, ég er endur oft í vesen með takkana hérna en ætti að geta... Mátt eiginlega ekki slíta núna með það. Nei. Og, já, hver ætlar að byrja flottulega keppninu núna? Það verst að byrja, sko. Er ekki bara eða alltaf, ég er lang yngstur og ég er ekki bara að byrja. Jó. Ég er young and fresh. Og þetta er ekki lang yngstur en þú ert yngstur. En ég er yngstur, já. Þú ert young and fresh. Það er ekki oft sem að maður er yngstur í hljóðveri FM 957. Nei. But I'm gonna enjoy it. Ok, glæsilegt. Gamli. Hvað? Hent á fyrir mig lag sem að venst að þegar þú varst ungur. Það er þema sem að heitir sumar. Summer hits. Já, summer hits, það er bara hvað kemur í sumargýrin. Já, ég ætla að tilengja þetta lag flóttamönnum í Ecuador. Og þetta lag sem að Sash samdum flóttamannastorminn frá Ecuador. Og lagið heitir einfallega. Það eru konar 2 mínútur af Ecuador með Sash. Það er endar alveg ótrúlegt að segja frá því en það eru 7,7 miljónir manns búin að horfa á þetta. Líka alveg slagar. Nei, þetta er ekki mitt kaffið maður. Vá, hvað það er 7 billion people. Ég er nokkuð vissum að ég vinni Hjöpp allavega í dag. Hvað er þú með, Egil? Er ég næstur? Já. Þú farað að enda. You son of a bitch. Sko, ég er þetta ekki að segja þessi í dag. Nú? Það er ekki skúter í 100. sinn hér. Allir þekkja artistan. Ég get ekki sagt nákvæmlega hver það er. He likes to hunt for the bass hunter. En ég er að spila lag sem enginn hefur heyrt með bass hunter. Og þegar þú ert að keppa í svona keppni þá elskar fólk að kjósa lög sem það hefur heyrt. Þannig ég er svolítið að taka áhættu í dag. Það er enginn heyrt þetta bass hunter lag. En ég er að gæla við þér því ég heyrði það í fyrsta skipti og er bara af hverju anskotanum hef ég ekki heyrt þetta bass hunter lag. What's going on? Okay. Það er að ég er að vona að gerist á hlustendum. Hvað heitir það? Það heitir Without Stars. Þetta er samt frá 2009 síðan. Tiltölu nýtt hjá þessum kong. Er það nýtt hjá honum? Það er 7 ára gammalt. Hann er búin að vera í smá giggpásu. Hann giggaði yfir sig. Smá giggpásu? Þetta er 7 ára gammalt lag. Giggaði yfir sig, blöð. Þú oft giggaði yfir þig, sko. Veistu hvernig það er? Feskur. Ok, þetta er framlag og þú verður að spila 2 mínútur Bass Hunter Without Stars. Ná já, Swedish version. Þetta er Swedish version. Þá vitum við okkur að það hefur enginn heyrt þetta lag. Það veit hvað. Nú erum ekki lengi átt okkur á því. Kósi lag. Voru þetta rólegt líka? Já, þetta er róleg Bass Hunter. Hann er að fara að keyra sig í gang. Þess vegna þarf eiginlega Bláðan Del að fara shut his mouth fljótlega. Því að, þetta er undirbúningurinn fyrir geðveikina. Og þetta er fallegt lag, Bláðan Del. Nei, heyrðu það ekki. Þetta var framlag Egils í flottulega Bass Hunter Without Stars. Ég skal gefa Bass Hunter það. Mér finnst Dota og hann á alveg nokkur ágætis lög. Þetta fannst mér ekki gott. Þú segir þetta alltaf út að keppa móti. Og eitthvað að peppa lag svo að keppa móti það? Ég er ekki það mikill keppnismæður, ég myndi fyrir rakka niður lögum. Ég er bara að segja satt hérna. En þá komum við að mínu lagi og það er hvorki Sass né Bass Hunter. Ég er með alvöru lag. Creed. Creed? Nei, ég hefði reyndir átt að hendi gott Creed að þú segja það. En þetta er lag sem kemur mér í sumarfíling og vonandi ykkur líka, kæru hlustendur. Ég er nokkuð bjartinn á þetta lag, þetta er alvöru.
Mikið nema 2 mínútur því miður, ég verið til að klára þetta lag. Já, ég var til að leggja mig. Þetta var Guns N' Roses Paradise City. Þið ekki að hlusta á nætur út á bylgjunar. Sástu fyrir Strönd og Benidorm þú herir þetta lag? Já, herru, hlustað á textan og það sömur í þessu, en það eru hlustendur sem að ráða 511. Ég sá fyrir mér Ásgeir Pála á bylgjunni. Það er líka topp maður. Það er topp maður. 511-0957 og við skulum bara heyra hvað hlustendur á að segja. Fyrstur upp í 4 stig vinnur FM. FM? Þetta svo léleg tilraun til að fá alla sveitugurinn til að segja Gjöngin Jónsson. Nákvæmlega, sammála King. Ríkalega. Hvað tekur það? Egil, með Basshunter-lagin sinu. Bara út þetta Basshunter. En fannst þér lagið gott? Þetta var gott lag, Blöð. Max gott lag, en þetta er alveg viðbjóðslega léleg tilraun, sko. Hann las Blöð. Hann las Blöð. Hann stýrir og rockar það. FM. Blöðmaðurinn lesin. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Fallega rödd að það í símanum. Já, hvað heitir þú? Er ég Ívar? Ívar, flott nafn. Já, Ívar Guðmunds með 50 samanlega kvöld. Þetta sleiki upp. Þetta er Darvið, já. Hvaða lag fannst þér best í dag? Special K. Það er kærlega fyrir Ívar minn. Special K-inu kom með punkt. Special K. Takk fyrir að hringja. Takk kærlega minn. Sumarlögin 2 eru bæði komið punkt. FM. Já, herrið. Ekki þurrið. Nei, hvað er að gera? Ég gerði svo frægur að fara á Basshunter þegar hann kom, þannig að hann verður að fá. Á, vel gert, höfðingi. En þetta er nú ekki uppáhalds Basshunter-lagið eitt, eða? Hvað segir þið? Þetta er ekki uppáhalds Basshunter-lagið eitt, samt, eða? Nei, látt frá því, helst ekki þetta með, það er dóttar. Þetta er ekki uppáhaldslagið, þetta er gott. En takk fyrir að hringja, kannan með það. Ég er að commanding lead. Sko, ég er ekki komið punkt. FM? Halló? Hér á FM. Hvaða lag fannst þér best í dag? Ötti á þetta alveg fyllilega skilja. Sjálfsögðu, komin á blað. Takk fyrir það. Hvað ringirðu? Fekk Steinn rockarinn. Árbænum, það er topp fólk í Árbænum. Takk fyrir þetta, vinnur. Glæsilegt. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað heitir þú? Gamla heyri hugrakri konu hérna í kvöld. Hérna í dag. Hvað heitir þú? Takk fyrir að hringja. Ég vil ekki segja ykkur það. Nei, ok, ekkert mál. En hvaða lag fannst þér best? Herru, mér fannst lagið hjá hinnum ljúfa Hjörvari langbest. Ekvator. Takk fyrir það. Þetta er vel valið. Ég get ekki drullað yfir þetta. Ég elska Ekvator sjálfur. Takk fyrir það og farið rosalega vel að í kvöld. Ég geri það. Takk fyrir að ringja. Það er 221. FM. Já, 221. Halló. Sælir. Sælvinnu, hvað heitir þú? Sælmeistari. Stefán. Stefán? Það er fallegt nafn. Já, glæsilegt nafn. Ég þekki marga steppa. Hvaða lag fannst þér best í dag? Verður ég ekki að velja King Hjöppa? Nei. Ekvator kom með the lead. Ég trú ekki að Ekvator sé að vinna. Það er 2-3-1. Stefán minn, ég þurfti punkt núna. Takk fyrir að ringja, Stefán. Allir Basshunter aðdóðar úti, ég þarf punkt. FM, góðan daginn. Jú, góðan daginn. Hvaða lag fannst þér best í dag? Að sjálfsögðu Basshunter. Yes! Thank you. Það er punkturinn sem ég þurfti. Ég fekk einmitt þannig hefur líka að fara á þessa skemmtilegu tónleika. Hvað fór okkur annað hver maður á Basshunter? Já, ég myndi saga putta mér til að fara á Basshunter í kvöld. Takk fyrir að ringja. Það er 3-3-1. Hvað eru Guns N' Roses þetta? Áður tekur næst inn, Blöð. Let's break it down. Þetta er upp í 4, það ekki? Þannig að ég og Hjöppi erum dead tight í 3 punktum. Þú ert on the bottom með 1 punkt. Ég þarf það sem að við kallum að comeback. FM, góðan daginn. Já, góðan, blessaðan daginn. Hvað segir þú? Tress og flottur. Ég er góður. Já, ég heyri þú Tress. Með FM rödd með þess að. Hvað er verið að gera á þessum fyrstu degi? Ég var að koma úr mjölkubúðinni. Vel gert. Tryggði að leta mér. Alveg maður. En hvaða lag fannst þér best í flottileginu? Það var nú engin spurning, sko. Ég fór nú að Basshunter, en ég ætla ekki að velja það. Ég ætla að velja Fuck! Velja? Það var tíma á 90s. Oh my god! Ekvator tók þetta. Ekvator, þetta er snildalag. Þetta er snildalag, vinnur. Allt er frá Sata er bara snild. Og þú, ef ég þekki þér rétt, þá varst að keyra heim þegar að lagið fór í ganga en þú ákvæmst að brunni ríkið þegar þú heyrðir það. Ég var með alla rúðu niðri og kom með sólsýrðin í lýrabólum. Ég var að tapa mér í koma. Þetta er yndislegt lag og ég heyri á þér að þú ert yndislegur maður. Já, þakkaði fyrir það. Og þarft ekki að sleikinu upp, hann er búin að kjósa að þú vannst. Nákvæmlega. Takk kærlega, vinnur. Takk fyrir að ringja. Takk ykkur. Glæsilegt. Þá er þessari keppni lokið. Tökum alltaf einn í lokin. FM, hvernig hefðu þú kosið? Ég kýr Gils. Já, ok, keppni ábúinn. Frábært. Það fyrst ekki að klára. Þetta var flottilega keppnin og við þökkum öllum þeim sem að hlustu. Þú varst að vona að Guns N' Roses aðdóndi væri hann á línunni? Nei! Beita nætur út af bylgjunar á FM. Já, þegi.
Í aldingarðinum Eden fjall maðurinn fyrir epli og var gerður brottrækur úr paradís. Hann hefði betur verslað í Makklandi, Laugavegi 23 og Hellurhrauni 18. 190 milljónar risapottur í getrunum helgina. 1x2 við tippum. Það verður stjörnusýning á morgun hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota við frumsýnum Prius nýrrar kynslóðar og sýnum skærustu stjörnurnar í hybridflotta Toyota. Auk þess kynnum við alveg hreint stórmagnað stjörnutilboð á Auris Hybrid og Yaris Hybrid. Komdu og fáðu stjörnur í augun á morgun, laugardag milli klukkan 12 og 16. Toyota. Happy hour frá 4 til 7 alla daga. The Drunk Rabbit Irish Pub, Austurstræti. Komdu á ljósmyndasýningu í IKEA. Við kynnum Art Event 2016. 11 listamenn, 11 ljósmyndir á veggspjöldum sem fást í takmörkuðu magni. Sjón sögu ríkari. IKEA. Það ekki málið? Bara drífa þetta af. Nú opið hjá hjólbaraþjónustu N1 alla laugardaga milli klukkan 9 og 13. N1. Hluti af vorinu. Kjúklingavangir og bjór í frosinni könnu með boltanum. American Bar. Nýji staður í 5. Öddi, Steindi og Gils. Alla föstudaga 4 til 6 í FM 95 Blö. Það ekkert að þessu lagi, In for the Weekend með Coldplay hér á FM 957, klukkan 8:20 mínútur í 6 og við vorum að koma úr flottulagakeppninni strákarnir og þar var þemaið hvaða lag kemur í sumagýrin og ég var til að tengja Twitterinn aðeins, endilega hendi á Twitter með hashtaginu FM 95 Blö hvaða lag kemur ykkur í sumafíling og við veljum svo besta lagi þar og endum þáttin á því, þannig að endilega fara á Twitter nýtt koncepti á Blö þar og skrifið hvaða lag kemur ykkur í gýrin svona fyrir sumarið og með hashtagið FM 95 Blö og það verður bara spilað í lokin já og sá sem er með besta lagið fær, hver velur það, ekki þú? Við bara hérna saman sá sem er með besta lagið fær pítsu og shake á Pizza and Shake í Egilshöllinni frá King sem að vilja og frítt í keilu þannig að þetta er mikilvægt að vinna út með besta lagið elskar þurfum að gefa hluti en hins vegar núna komið að dagskrálið og góðum gest sem að hefur ekki verið hjá okkur lengi ég er mjög spenntur, hann er mættur hérna í settið, við skulum fá trailers Ert þú að velta fyrir þér hvað er heitt og hvað sé kalt? Þá ert þú að hlusta á réttan þátt. Hvað er heitt í dag? Nei, ég meina, hvað er kalt í dag? Það er kannski stóra spurningin. Hver getur svarað þessu? Er einhver sem getur sagt með hvað er heitt og hvað er kalt? Hæ, þetta er Hjötti hérna frá Hashtag Fashion. Ég ætla að segja ykkur alla 50 daga hvað sé heitt og hvað er kalt, hvað er inn og what's out. Endilega hlusti. Heitt. Kalt. Það held ég og hann er einmitt mættur hingað í stúdíóið Hjötti frá Hashtag Fashion, ertu ekki næs? There is no such thing as nice. That's just a place in France. Já, skemmtilegt. En verðu velkomin Hjötti. Bara þurfum við ekki að vinda okkur bara beint í þetta. Hvað það er að koma sumar, 1. apríl í dag. Hvað er heitt í sumarið? Við byrjum á því. Hvað er heitt? Við byrjum á því sem er heitt, þá flottur regnstakkur. Heitt. Já, gaman að því. Bara að mixa upp tískunaðins þegar að rignir smá okkur. Já, held að í flottan regnstakk. Klárlega. Það er heitt, en þá verður ég náttúrulega að spyrja líka Hjötti minn, hvað er kalt? Það sem er rosalega kalt í ár og það er raun og veru kaldara en frosnar kleinur. Það eru pólóbólir. Kalt? Já, pólóbólur er ekki inni núna. Eins og ég segi, kaldara en frosnar kleinur. Glæsilegt. Hvað er meira heitt, svona fyrir hlustendur? Cozy teppi. Heitt. Gaman að því að þú hefur alltaf sagt cozy teppi. Er það bara eitthvað sem fer aldrei úr tísku? Það er bara klálega eitthvað sem virkar alltaf og sérstaklega svona í smá vor-cozy. Þá er gott að nota cozy teppi. Já, ert þú Hjötti mikið að vinna með teppi sjálfur? Ég er á mörg teppi og ég mynd of teppin mín. Já, æsilegt. Gaman að því, en hvað er kalt? Það sem er í raun og veru kaldara en frosnar kleinur eru kvartbuxur. Hei, byrju, Hjötti,
En gallabuxna kvartbuxur. Við getum kannski orðað það þannig ef að fashion væri glæpur, þá verður þú allavega not guilty. Já, Hjalti, #fashion að rota gilsanum hérna því að Egill á einmitt gallabuxna kvartbuxur og það eru ógeðslegar. Frá 2005-06, það er ekkert ógeðslegar. Það er ekki góðar. High fashion. Já, þú ert ekki guilty. Er eitthvað meira heitt fyrir sumarið? Ég er með 20 viðbót og það ég ætla að byrja á heitu. Já. Og það er góður pale ale. Góður? Pale ale. Heitt. Góður pale ale? Já, bjór. Já. Pale ale. Já, ok. Og bara fá sérbruggaðan pale ale. Akkurat. En hvað er það kalt? Það sem er ofbúðslega kalt ákvörð núna eru rafmagnsbílar. Kalt? It used to be cool, but now it has crashed, just like Titanic. Já, ok. Það er sér rétt. Þá vitum við það, kæru hlustendur, hvað er heitt og hvað er kalt. Fann að hlakka til sumarsins, Hjalti? Mjög. Já, og á að ferðast eitthvað, er það heitt að ferðast núna? Það er heitt að ferðast, ekki innanlands lengur. Nei. Núna eru í tísku white trash staðir. Já, eins og... Bara á svona, bara að fara eitthvað skemmtilegt og njóta lífsins, kannski rétt fyrir utan stemninguna. No. Og vera kannski rétt fyrir utan ég til dæmis að fljúa bara til Algarve og finna sér eitthvað stað til að gista. Eða Benidorm kannski. Til dæmis. En þá vitið það, kæru hlustendur, þetta er það sem er heitt fyrir sumarið, það eru cozy teppi, það er pale ale og kvartbuxurnar. Já, og kvartbuxurnar og pólóbólunni, þeir eru úti. Þetta verður ekki flókið. Ég ætlaði með þetta í kvartbuxum og pólóból til Gudmundsson í kvöld. Ég hindi skipa því. Með Even If It's Going Wrong. Við settum að stað keppni hér í FM 95 Blöð. Við vorum með flottulega keppnin áðan og skoruðum að fólk að fara á Twitter með hashtagið FM 95 Blöð BLO að velja hvaða lag kemur þeim í sumagýrin og við vorum svo að fara hérna yfir þetta. Áður tilkynning Sigurvera sem á inni 4. bestu pítsu í heimi á Shaken Pizza og fritt í keilu. Þá ætlum ég bara að spyrja ykkur því það steytist nú við kveðjum hérna drengir. Hvernig er helgin? Já, ég er á pantaðan tími í Blek bara núna eftir kortir. Áttu pantaðan tími í Blek? Hvað í tattoo? Þetta er bara að fara tattoo. Ég er að láta klára. Klára ermina. Þú ert að ljúa. Þetta er ekki með tattoo. Þú náðum við smá stund. Þú ert ekki með neitt tattoo eða? Nei. Og ætlar aldrei að fá þeirra? Nei, er maður ekki verið gamallega? Nei, Jóngun að Gerda sannaði það nú. Þú ert aldrei of gaman fyrir að fá tattoo. Það er árið, nei, ég láti það vera sko. En þú Blöð? Að fá mig tattoo? Nei, ég er bara ekki típan. Þú ert klárlega típan sko. Ég til dæmis að ég myndi setja á mig slíð. Þú myndir ekki sjá hann í bara fyrir vaks. Bara vaksa þetta. Ég er með að risahelgi á mér. Já. Risahelgi að gilsa hann. Í kvöld 5. afmæli á Ivar Gudmundsson. Já. Á morgun alls til sporthúsins. Bjóm. Er þetta að taka doppelheader? Þetta er einu af þessu stóru helgum. Þú voru lítill á sunnudaginn. Þetta lænast upp þannig. Þetta er föslaug. Hvað er að gera í? Það er erfitt. Já, þú voru bara að mæta Ég segi ekki nei við Gudmundsson. Sko ég er aldrei svo vant á leiðin á tónleika á morgun. Nú, hvað tónleika? Tónleikar. Ég kíkir nú reyndur oft upp tónleika. Já. Og þetta er svo sem ekki dólitt flestum lögutum. Það er hann hérna hvað heitir hann hérna? Valdimar. Já. Hjálmar og Július Meivan á morgun í Gamla bíó. Það er ándýrt line-up. Hljómsveitarhöfni. Klukkan 9. Þannig að þú ert að fara. Það eru styrtartónleikar í Gamla bíó sem að Haflega sem verður mættur á. Já, hvað er styrtartónleikar? Það eru styrtartónleikar til einhverfu samtakana. Já. Og þar verður Haflega sem mættur á sjálfsögðu. Við erum búin að vera að setja inn á FM 95 Blöð snappið í dag. Já. Myndir. Og þar mæta allir ég held alveg örglega þetta. Heitir þetta ekki Gamla bíó? Já. Já, þar er þetta. Klukkan 9 á morgun. Þeir sem mæta ekki. Hvað er 50 afmæli á Ivar Gudmundsson? Það er líka Gamla bíó. Boom. Hjöppi verður þar alla helgina. Ertu þar allar bara að færa lögheimilið þau? Allir ég tjaldi ekki bara þar. Ég gæti þetta til mér, ekki tónleikana, annars hefði ég komið. Já, sjálfsögðu erum við tónleikana. Steindir að veistustyrja á Advania, en maður kíkir að sjálfsögðu til Ivars í kvöld. Já. Og þetta verður sko, hann er svolítið, hann er búin að þaga svolítið yfir dagskráni. Það er eitthvað leyndi yfir hverjir gigga og svona. En þetta er Ivar Gudmundsson
Eitthvað segir mér að vera dasgróðana. Já, þetta verður rándið dagskrá. Eina sem að gefur upp á Logi Bergmann vellistjóri sem gefur neitt annað upp. Nei. I like this En það komið að lokum hjá okkur í dag, kæru hlustendur, við þökkum kærlega fyrir hlustununa. Við fengum föstudagslag í dag frá Svessa, Brjaldbreki var á línni, þetta búið hressandi. Ég þakka öllum þessu kursu Baysundur á hann ég fekk 3 punkta, ég þakkláttur. Já, Steindi Junior var í fríi og Hjöppi, þú leistir þetta fagmannlega, takk fyrir okkur. Takk fyrir að leysa mig á morgunvattinu, sko, gott að svo út í morgun. Já, ég svaf bara til 1 í dag, sko. Mættið þú í morgun, eða? Nei, en ég fekk hann af morgunvaktinni. Nei, svo þú var redda honum af henni. Svo hann getur verið með okkur hér í dag. Það er mætt en það leist þið af. Líkvöldun á því. En áður hverjum að þá það sigurlagið í flottulega keppninu á netinu. Þetta er ekki lag sem ég kaust, mér nú pínu frekjast rákarnir sögðu að það var 2 á móti 1 Því miður. Og það var hann Gunnar sem að ég sendi hér inn lag Gunnar á Twitternum með hashtaggi FM95blå og þetta lag þetta er orðið þreytt lag eða ekki? Akkur? Það kemur þér alltaf í gýrin. Þeir vildu þetta, Gunnar Óskarsson eða Gunnar Örn 45 til hamingju með þetta. Við skulum gefa smá vísbendingu. Mark Anthony er hana og mögulega Pitbull með honum. Eina ástæðan fyrir mig þykir vænt þetta lag er að þetta var fyrsta lagið sem var spilað í FM95 blöð. Það bara hannig. Fyrir, cirka 5 árin síðan. En Gunnar, hann vann þetta með Rain Over Me. Það var okkur. Góða helgi og heyrumst næsta föstudag. Nákvæmlega komið heil og sæl, ég heiti Pétur og heilsa á þessum fína föstudag.